10 grísir drápust eftir innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Bréf var skilið eftir á vettvangi sem forstjóri segir benda til þess að dýraverndarsinnar hafi verið að verki. Það var náttúrulega þetta þyngra en tárum tæki að horfa upp á dýrin og ástandi sem var í þegar við komum til vinnu. Hátt í 100 þingmenn verkamannaflokksins skora á leiðtoga sinn Keir Starmer að segja af sér eftir sögulegar slaktgengi í sveitarstjórnarkosningum. Stjórnmálafræðingur segir flokkinn ekki hafa verið í jafn erfiðri stöðu síðan 1945. Is it over for Keir Starmer? Will you ask him to step down, Mr. Lammy? Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Icelandair að reyna að sniðganga félagið. Icelandair boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliðalaust. Engin niðurstaða var á samningafundi í dag. Mikill samdráttur í komu skemmtiferðaskipa á landsbyggðinni. 12.000 færri farþegar koma til Húsavíkur í ár en í fyrra. Opinber gjöld, samgöngur og húsnæðismál eru íbúum Reykjanesbæjar ofarlega í huga í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Komiði sæl. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt og miklar skemmdir unnar á skrifstofu í svínahúsum. 10 grísir drápust og aflífa þurfti einn. Bréf var skilið eftir sem forstjóri segir að bendi til þess að dýraverndarsinnar hafi verið að verki. Ég var búinn að brjóta upp hurðina, hún stóð upp á gátt og svo var brotist líka inn á hliðina á húsinu og það sem að dýrin voru rekin út eða komist út í kjölfarið. Geir segir að miklar skemmdir hafi verið unnar bæði á skrifstofu og aðstöðu starfsmanna í húsinu. Þá voru stígjur í svínahúsum brotnar eða opnar. Hann segir aðkomuna hafa verið skelfilega. Það voru nokkru dauðir grísir eftir nóttina og einn var aflífaður út á kjálkabroti. Hér eru dýr hölt og rispuð eftir átök næturinnar og svo hafa orðið 2 fósturlát líka í kjölfarið. Og næstu dagur og vikur þá kemur þetta betur í ljós og þetta eftir að draga dilk á eftir sér. Fréttastofa fékk ekki að mynda búið að innan. 300 dýr í húsinu, rúmlega helmingur giltur. Ástandið á kotdeildunum hjá okkur. Hér allt í rúst, búið að rífa allt niður og dýrin bara komin út allt. Og hér má sjá til dæmis líka, hér bara einn gilt að gjóta sem berskjölduð. 6 sluppu út nóttina og fundust við illan leik tæpla hálfan kílómetra frá búinu. Engar öryggismyndavélar á svæðinu og Geir segir því ómögulegt að vita hverjir voru að verki. Bréf hafi þó verið skilið eftir í búinu. Þetta sett gefur á líta bréfið sem var skilið eftir, handskrifa bréf. Og það komið væntanlega að borð lögreglu? Það komið að borð lögreglu. Og það á íslensku eða hvað? Það á íslensku, handskrifað. Geir segir að bréfið gefi til kynna að innbrotið hafi verið framið undir yfirskyni dýravelferðar. Matvælastofnun og lögregla voru kölluð til og að sögn lögreglu málið á frumstigi. Eignatjóni svo sem aukaðatriði, við meira ágjör á dýrunum og það koma skal í þar. Þetta náttúrulega bara sálfarlegt fyrir starfsmenn og þetta mun hafa einhver áhrif á framleiðsluna en eins og ég sagði áðan að þá náttúrulega þetta þyngra en tárum tæki að horfa upp á dýrin og ástandi sem var í þegar við komum til vinnu. Þetta bara nýtt og alvarlegt og ég vona bara að allir taki undir það og þessi menn bara gefa sér fram og axli ábyrgð. Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands, vertu velkomin hingað til okkar. Hvernig horfir þetta mál við ykkur? Já, nú rannsókn málsins á frumstigi hjá lögreglu og lögregla þarf að fá svigrúm til að rannsaka þetta mál áður en ályktunin dregin hver ber ábyrgð. Það hefur enginn lýst yfir ábyrgð á þessum verknaði enn sem komið og við náttúrulega bara fylgjum þessu máli eftir. En að ykkar mati veistu til þess að íslensk dýraverndarsamtök eða grunar ykkur að íslensk dýraverndarsamtök hafi staðið að þessu? Það verið þarna verki eða eitthvað sem bendir til þess? Nei, alls ekki. Íslensk dýraverndarsamtök vinna málefnalega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að Dýraverndarsamband Íslands
styður ekki svona verknað. Nei. Þetta ekki málefnaleg nálgun og ekki málstað dýravelferðar til framdráttar. En hvaða aðgerðir, ef þetta með þessum hætti, hvaða áhrif ætti þessar aðgerðir að hafa? Já, nú ekki búið að ákveða, ekki búið að sýna fram á, hver tilgangur þessar verknaðar Lögreglan þarf að fá að rannsaka það og koma með niðurstöðu. En ef það svoleiðis að þetta dýravelferðar aðgerð, að þá það bara til að skaða málstað dýravelferðar. Þetta ekki gert með dýravelferðarsjónarmið í huga, að ykkar mati? Ekki þessi nálgun, nei. Hún ekki að fara að ná árangur í þá dýrana. Að sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sig þauleldi á dýrum eða verksmiðjubúskap þar sem að dýrin rauninni get ekki notið náttúrulegs eðlislægs atferli síns. Og þau hafa það oft almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar. En nálgunin þarf að vera málefnaleg í varðandi það. Linda Karin Gunnarsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Og við snúum okkur að allt öðru. 4 undirráðherrar í Bretlandi hafa sagt af sér og hátt í 100 þingmenn Verkamannaflokksins skora á leiðtoga sinn Keir Starmer að segja af sér eftir sögulega slakt gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Starmer segist ætla að sitja áfram. Prófessor í stjórnmálafræði segir það hans mesta styrkleika að það sé engin augljós arftaki innan flokksins. Should the Prime Minister resign, Mr. Lammy? Is it over for Keir Starmer? Will you ask him to step down, Mr. Lammy? Svona var stemmingin í Downingstræti þegar ráðherrar í ríkisstjórn Starmers mættu til fundar í morgun. Fréttamenn töluðu hver ofan í annan og reyndu að kalla fram viðbrögð sem tókst í einhverjum tilvikum eftir fundin. Morning, Ministers. Can the Prime Minister survive this? Can we still fight on? He's got my full support and we're getting on with the job. Should the Prime Minister resign? Does he still have your full support? So do you have any plan for Bruce Scott? Sjálfur hefur Starmer ekki veitt viðtöl í dag en í gær sagði hann þetta. I know I have my doubters and I know I need to prove them wrong and I will. Ólöf Ragnarsdóttir, nú spyrjum við bara eins og fréttamenninni í Downingstræti 10, getur Starmer staðið þetta af sér? Það allt hægt, en þrýstingurinn vissulega orðinn ofboðslega mikill, en við skulum þó taka fram að þessir 4 ráðherrar, þeir eru svo kallar junior ministers, þeir sem hafa sagt af sér, eitthvað sem við þekkjum ekki hér, en þeir gegna sérst öðrum hlutverkum innan ráðuneyta. Þeir eru ekki í hinni eiginlegu ríkisstjórn. Og svo hafa líka yfir 100 þingmenn skrifað undir stuðningsyfirlýsingu við Starmer til móts við þessa 86 sem að nú hafa skorað á hann að segja af sér. Og flokkurinn sérst í heild með 400 þingmenn á breska þinginu, eða rúmlega það meira segja. En við ræddum í dag við John Curtis, hann prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi BBC til áratuga og við spurðum hann aðeins út í stöðuna. We have a very difficult Prime Minister now. We have a Prime Minister who is very much somebody who operates on a legalistic basis, somebody who believes very strongly in process, doesn't necessarily have good political antennae. And he's basically, at the moment, at least saying, unless you, according to the Labour Party rules, unless you stand up against me, I remain in office. En ef ráðherrar í hinni eiginlegu ríkisstjórn segja af sér, blasir við önnur staða. Such that there is doubt cast on the ability of the Prime Minister to continue to form a government. That's it. He or she has to resign, and that's what happened to Boris Johnson. Curtis segir verkamannaflokkin ekki hafa verið í erfiðri stöðu síðan 1945. And seeing a Prime Minister who seemingly lacks some of the quintessential arts of the politician, you can see why they're now saying, maybe we need to change the captain of the ship, otherwise we're going to run aground. Is there, in your opinion, any obvious new captain? That Keir Starmer's greatest strength at this point, and the reason why he may still be Prime Minister this time next week, is that there isn't an obvious successor. Engin einn augljós arftaki, segir Curtis. Hvernig stendur á því? Þeir það engin einn einmitt sem að flokkurinn í heild myndi núna fylgja sér á bakvið. Hann nefndi í viðtalinu, 3 nöfn.
og það svona ekki alveg eining innan flokksins hver styður hvern, þetta svona vinstri, hægri armur og einhverjir vilja hann sitji út sumarið, aðrir vilja hann fara frá strax, það svona fer eftir hvernig styðja, en það aftur að koma í ljós hverjir þá stíga fram. En hvað skýrir þessar óvinsældir bæði flokksins og Starmer sjálfs? Sko það ýmislegt hægt að tína til, en flokksmenn í verkamannaflokknum sem voru tóku þátt í kosningabaráttunni fyrir þessar kosningar í síðustu viku, voru að banka á dyr og tala við kjósendur og margir þeirra lentu í því að lenda jafnvel á fólki sem að kaus verkamannaflokkin í þingkosningunum 2024 og sagði, ég viljum ekki að kjósa ykkur aftur á meðan Starmer í brúnni. Og allt kemur þetta ofan í vandræðaganginn sem búið að verða Starmer vegna Mandelsson, fyrrverandi sendiherra Breta í Bandaríkjunum. Já, Starmer skipaði hann í embætti þrátt fyrir, eins og kom í ljós, að hafa vitað tengslin við Jeffrey Epstein, bandaríska kynferðisbrotamannin og barnaníðinginn. Hann stóð þann storm svona mestu leyti að sér, nema hann sé kannski ekki alveg búinn, kannski þetta hluta honum, en mun hann standa þetta af sér líka, þá aftur að koma í ljós, en heyrum aðeins í lokin aftur í Curtis. I mean, outside of London, Labour was trying to defend about 1,400 seats, and they lost 1,000 of them. Didn't look quite so bad in London, but even so, it looks possible, we don't have the full data yet, that Labour may have recorded their lowest ever share of the vote. Hvað varðar Starmer sjálfan, segir Curtis. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party. He's usually been in negative territory, apart from just immediately after the general election when he had a bit of a honeymoon. And secondly, the criticism that the public have of him, and they still have it of him, they have it now even more as Prime Minister than as Leader of the Opposition, is they don't know what he stands for. Þetta viðtekin og endurtekin gagnrýni, segir Curtis, sem beinist líka að verkamannaflokknum í heild. Labour's slogan in the 2024 election was change, full stop. Change to what? Was left completely unsaid. Kjósendum finnist ríkisstjórnin stefnulaus og lítið hafi gerst frá kosningunum sumarið 24. And they basically lack confidence in the leadership ability of the Prime Minister. He just lacks the charisma, the standing, the presence, as well as a story to tell. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sakar Icelandair að reyna að sniðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti. Hann segir ekki hæft í því að flugmenn séu í óformlegu verkfallsaðgerðum. Samninganefndir Icelandair og flugmanna hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun og sátu við fram eftir degi. Ekkert formlegt tilboð hefur þó verið lagt fram í deilunni, sem á byrjunarrit. Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, sendi flugmönnum tölvupóst í morgun, þar sem hann boðaði til fundar á föstudag til þess að ræða stöðuna í kjaraviðræðum. Við erum nú kannski ekkert voðalega hressir með það, sko. Af því að kjaraviðræður eiga sér stað við stéttarfélagið og það lögbundið. Stéttarfélagið telur fram hjá sér gengið. Já, það má túlka það þannig að það sé verið að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu. Ekki svo sem í fyrsta skipti. Hann vísar í kjaradeiluna 2020 og áhyggjur af því að reynt sé að semja við önnur stéttarfélög. Meðal þess sem kemur einmitt fram í fundarboði Boga Níls eru áhyggjur flugmanna af hugmyndum kaup Icelandair á eigum þrotabús Play á Möltu. Flugmenn óttast að tilgangurinn sé helst að geta ráðið inn flugmenn á verri kjörum. Engar formlegar verkfallsaðgerðir eru fyrirhugaðar, en síðustu daga hefur Icelandair þurft að fella niður minnst 2 ferðir vegna þess að ekki hefur tekist að fá flugmenn til að leysa af í forföllum. Forstjóri Icelandair sagði í gær að þetta væri óvenjulegt. Vísbendingar væru samantekin ráð flugmanna, eins konar óformlegar verkfallsaðgerðir. Jón Þór segir þetta af og frá. En ég get ekki svara fyrir einstaka menn hvort að menn vilji fara og fljúga í fríunum sínum. Ég get ekki svara því fyrir einstaka flugmenn. Vopnahlé Bandaríkjanna og Írans virðist halda enn þrátt fyrir að Donald Trump forseti Bandaríkjanna hafi í gær sagt að hanga á bláþræði. Heimsmarkaðsverð olíu hækkaði áfram í dag enda lítið sem bendir til þess að ríkin 2 nái saman eftir að hafa vísað tillögum hvors annars á bug. Stjórnvöld í Katar segja að írönsk stjórnvöld eigi að hætta að nota Hormúzsund sem vopn en sundið hefur verið meira og minna lokað frá því stríðið hófst í lok febrúar. کشور ما می‌خواهد صلح کنه. اگه وقتی می‌بینی وقتی دارن صلح نمی‌کنن دوست ندارن ما هم باید از تمام ابزارهایی که برای دفاع از خودمون هستش استفاده کنیم چه باشه تنگه هرمز باشه چه نمیدونم جنگی باشه هر چی
تمام. نظر من نظر جنگ ادامه بدن یا آمریکا باید کوتاه بیاد. ما به هیچ عنوان از حق خودمون 1% کم کوتاه نمیایم. Helgi Bjartur Þorvarðarsson sem var dæmdur í 12 mánaða fangelsi í síðasta mánuði fyrir að brjóta kynferðislega gegn 10 ára dreng og húsbrot hefur áfrýjað dóminum til Landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari segir að ákæruvaldið hafi verið með það til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leyti og kröfugerð fyrir Landsrétti endurspegli það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að hafa brotist inn á heimili drengsins að næturlagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergi hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Það eru 4 dagar til sveitarstjórnarkosninga og við litum við í 4. stærsta sveitarfélagi landsins, Reykjanesbæ. Reykjanesbær varð til 1994 við sameiningu 3 sveitarfélaga, Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna. Þetta er stærsta sveitarfélagið utan höfuðborgarsvæðisins. Þar bjuggu tæplega 23.000 manns áramótin. Á síðasta kjörtímabili sátu fulltrúar 5 flokka í sveitarstjórn. Samfylking, Framsóknarflokkur og Bein leið mynduðu saman meirihluta. Og 5 flokkar bjóða fram fyrir þessar kosningar. Það eru Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Samfylking og Framsóknarflokkur. Mikið átak var gert í fjármálum sveitarfélagsins á síðustu árum og skuldastaðan hefur farið batnandi. Hér hafa þó fasteignagjöldin, líkt og víða annars staðar, hækkað í takt við húsnæðisverðið. Hvað liggur fólki hjarta fyrir kosningar? Mörgum finnst nú fasteignagjöldin og ansi á, til dæmis. Það mætti kannski, fyrst það gengur svona vel reksturinn, þá mætti nú kannski lækka. Kannski bara byggja upp betri bæ, setja kaffihús og fegra miðbæinn okkar. Samgöngur mættu vera betri, það strætó, en hann mætti vera tíðari og betri aðkoma. Bara lélegt strætókerfi, það bara, ekki góða samgöngur hérna á milli. Þá er umferðin oft þung. Já, ég bý upp í Ásbrú, það getur verið erfitt fyrir mig að komast niður í Keflavík stundum, þegar það mest er. Svo vil ég náttúrulega losna við þetta blessaði kísilver. Og það er bara fínt, það segja bara. Það sem er svona fólk gefst í huga er kannski bara menntamál, rekstur og sleðilegt að vera að segja þá svona innflytjendamál held ég líka. Og rosalega mikið bara þjappa þessu saman einhvern veginn upp á Ásbrú. 35% íbúa í Reykjanesbæ er af erlendu bergi brotnir og kjörtímabilinu flutti jafnframt fjöldi Grindvíkinga í bæinn. Örum vexti geta fylgt áskoranir, til dæmis í húsnæðis- eða menntamálum. Við sem Íslendingar þurfum líka bara að leggja okkur fram að koma þeim inn í samfélagið til að byrja með sko. Now on Facebook many of your party starts to giving information about, in Polish language because I think mostly people from Poland doesn't vote. Why do people not vote? Maybe because of our country, because we doesn't believe what people say. I think that's the reason. Það hafa verið að vinna vel í skólamálum, það er með það hefur verið að taka skólana vel í gegn og þeir eru að verða mjög flottir. Sveitarstjórn hefur lagt áherslu á þátttöku barna í íþróttum, en raunin er svo að börn af erlendum uppruna taka síður þátt. Actually, I think they can make a little bit better price for the people, especially for immigrants, which one mostly doesn't have good payment job. It's a little bit too expensive. Hann bendir jafnframt á að húsnæðiskostnaður er oft langþyngsti útgjaldaliðurinn. For the new people which want coming to Iceland, even one room is cost around 100,000, so it's around quarter of the minimum salary. Húsnæðisskortur í mörgum skólum og þá skólanum sem ég vinn í til dæmis. Húsnæðisskortur sveitarfélagsins var líka til þess að finna þurfti bókasafni Reykjanes nýjan stað. Það stóð styr menningarmálin á kjörtímabilinu og það var ekki allir á því að tónlistarmiðstöð og bókasafn væru hentu í sambýlingar. Nei, ég myndi ekki telja gott. Og bara, barnahornið á annarri hæð, þetta er ekki virka. Það er svolítið pirrandi, sérstaklega núna í lokaprófa tímabili að geta ekki farið upp á bókasafn og lært þar fyrir hvell í trommum og svo framvegis. Já, ég vil hafa hljómahöllina, ég vil hafa tónlistina hérna. Og ég vil hafa bara sem mest, að það veri sem mest áberandi. Tónlistin, þetta er nú náttúrulega Bítlabærinn.
Og að allt öðru, skemmtiferðaskipum fækkar milli ára og minni hafnir og smærri bæjarfélög finna mest fyrir því. Ástæðan er talin óvissa og hærri gjöld á skipafélög. Nær fjórðungi færri skemmtiferðaskip koma til Akureyrar en í fyrra, með 50.000 færri farþega. Þrátt fyrir fækkunina hefur samdrátturinn þó einna minnst áhrif á Akureyrarhöfn. Smærri hafnir eins og Húsavík og Raufarhöfn, sem fram til þessa hafa sótt í sig veðrið, finna frekar fyrir þessu. En við hérna í litlu höfnum í kringum landi, við erum að sjá þetta högg bara núna og ég meina þetta er 58% samdráttur milli ára hjá okkur sem er alltaf bara skelfilegt. Þetta verður áhrif á söfnin, þetta verður áhrif á veitingastaði, verslanir, alla þjónustu sem tekur á móti þessum ferðamönnum og svo náttúrulega bara hafnarsjóði í sjálfu sér bara að missa þetta mikla tekjur. Til Raufarhafnar komu 5 skip með 1500 farþega í fyrra. Ekkert skip kemur þangað í ár. Svipaða sögu er að segja minni höfnum á landsbyggðinni. 39% fækkun er á Borgarfirði eystra, 28% á Djúpavogi og 69% á Siglufirði. Talið er að tollahækkanir og óvissa sem þeim fylgi valdi því að skipin sæki frekar í stærri hafnir. Og við erum að sjá samþjöppun á þessa stærri staði og það er vont. Það að það komi ferðamenn á staði sem kannski er ekkit endilega að koma og þau versla í landi, nýta þjónustu og svo framvegis. Þetta er ekki bara tölur, þetta eru störf. Og þetta eru aðalega störf út á landi. Það talaði á tillitögum að stunda betri dreifingu ferðafólks á landi og svo bara fara í aðgerðir sem höggva á landsbyggðinni. Skemmtiferðaskip skiluðu 4,3 milljörðum króna í hafnartekjur víðs vegar landið árið 2025. Ljóst er að skipum fækkar enn meira árið 2027 með við bókunarstöðu. Sigurður telur þó fulla ástæðu til bjartsýni. Ef það er ekki verið að hræra meira í gröfnum, þá munum við ná okkur aftur á svona jafnt ról. Geta alveg verið bjartsýn svona fram í tíman, en þetta verður súrt í ár og næsta ári, því miður. Fyrri undankeppni Eurovision söngvakeppninnar hófst klukkan 7. Keppnin er í beinni útsendingu á RÚV 2. Guðrún Dís Emilsdóttir lýsir keppninni sem haldin er í Vínarborg í Austurríki. Síðara undanúrslitakvöldið er á fimmtudaginn og sjálf úrslitin á laugardagskvöld. Ísland er eitt þeirra 5 landa sem taka ekki þátt í keppninni í ár vegna þátttöku Ísraels. Framlag Finnlands er talið líklegast til sigurs í ár samkvæmt veðböngum og þeir stíga á svið í kvöld. Grikkjum, Dönum, Frökkum og Áströlum er einnig spáð góðu gengi. Börn og unglingar í þeim 130 skólum sem skólamatur í Reykjanesbæ sér að elda fyrir elska grjónagraut. Þegar slíkur matur er í boði þarf starfsfólk skólamatar að sjóða 5 tonn af grjónagraut svo að allir fái nóg. Skólamatur á Iðavöllum 1 í Keflavík í Reykjanesbæ er fjölskyldufyrirtæki sem sér elda matur í mötuneytti grunnskóla og leikskóla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu alls 130 skóla. Langvinsælasti maturinn er grjónagrautur en með grautnum fá skólakrakkarnir slátur og rúsínur. Jæja, þá bara að prófa að smakka á þessu grjónagraut og alltaf hvort að sé eitthvað vit í þessu. Maður minn. Þetta er heitt. Þetta er að gera sig, já. Svakalega þetta góður grautur, vá. Það er allt á fullu hér verið að dreifa grautnum, sjóðan og dreifa honum í einingar sem fara út í skólana. 5 tonn, þetta er ótrúlega tala. Magni skiptir ekki öllu máli, þetta eru bara svo margir sem vilja vera með okkur í skólamat. En þetta, já, þetta er mikið magn sem við erum að gera á grjónagraut, mikið af mjólk og mikið af grjónum. Hjá skólamati vinna 250 manns og það er alltaf meira en nóg að gera. Já, þetta gengur ótrúlega vel en það er náttúrulega bara starfsfólkinu okkar að þakka, númer 1, 2 og 3. Bara öflugur hópur sem við höfum hérna, kraftmiklu fólki. Og þá skulum við sjá hvað er í kastljósi kvöldsins. Uppbygging húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu er miklu dýrari en hún þyrfti að vera að mati borgarhönnuðar. Innbyggðir hvatar gera að verkum að byggingarmagn ræður för á kostnað gæða. Byggja minna, það gerir það enginn. En það væri það líka bara að fleygja peningunum. Tröllvaxnir skúlptúrar Jóhanns Eiffels eru komnir til Íslands alla leið frá Texas. Þetta er stór stund hérna fyrir okkur erfingja Jóhanns Eiffels.
Og þá það veðrið. Norðanáttin gengur smám saman niður í kvöld og í nótt og það dregur úr úrkomu fyrir norðan. Það svalt loft yfir landinu og reikna má með hita nálægt frostmarki víða inn til landsins í nótt. Hæglætis veður á morgun en skýjað og lítilsháttar væta í flestum landshlutum. Hiti verður jafnari milli landshluta á morgun, víða á bilinu 5 til 10 stig. En það verður fjallað nánar veðrið að loknum íþróttum. IBVF og Valur spila sinn 4. leik í úrslitaeinvíginu Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta. Bikarinn getur farið á loft. Óskar Hrafn Þorvaldsson og KR-ingar mæta Stjörnunni í úrvalsdeildarslag í bikarnum á morgun. Við ræðum viðuregnina en einnig viðsnúninginn frá síðasta tímabili. Það voru breytingar í brúnni hjá nýliðum heimsmeistaramóts karla í fótbolta Curaçao, einungis mánuði fyrir mótið. Missið ekki af íþróttum hér að loknum fréttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að 10 grísir drápust eftir innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Bréf var skilið eftir á vettvangi sem forstjóri segir benda til þess að dýraverndarsinnar hafi verið að verki. Þá náttúrulega þetta fingurinn tárum tæki að horfa upp á dýrin og ástandi sem var í þegar við komum til vinnu. Hátt í 100 þingmenn verkamannaflokksins skora á leiðtoga sinn Keir Starmer að segja af sér eftir sögulega slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum. Stjórnmálafræðingur segir flokkinn ekki hafa verið jafn erfiðri stöðu síðan 1945. Is it over for Keir Starmer? Will you ask him to step down, Mr. Lammy? Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Icelandair að reyna að sniðganga félagið. Icelandair boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliðalaust. Engin niðurstaða var á samningafundi í dag. Mikill samdráttur í komu skemmtiferðaskipa á landsbyggðinni. 12.000 færri farþegar koma til Húsavíkur í ár en í fyrra. Opinber gjöld, samgöngur og húsnæðismál eru íbúum Reykjanesbæjar ofarlega í huga í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo það Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringinn inn á vef okkar ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið þið sæl.